Ég heiti Þráinn og matreiðslumaður á Sumac. Við erum að gera tvo rétti, kjötrétti og meðlæti, lambarifjur með svona ristuðum möndlum og paprikukremi. Og svo erum við með þessa sellerírót sem ég er að skera akkurat niður. Hún er bökuð með svona St.Louis-osti eða jógurtosti og harissa dressingu. Bara mjög gaman að fá að deila Sumac með gestunum heimi í stofu sem geta eldað heima á sér. Þessi margur bara byrjaði að vaska upp ungur 14 ára á sumarhóteli á pappa. Algeng saga, menn svona þróast út í að vera kokkar eftir það. Það var einhvern svona draumurinn minn að opna Óks og Sumac var svona til að byggja utan þann litla stað. Og mér langaði að reyna að koma með eitthvað nýtt á markaði sem var eitthvað öðruvísi. Eins og Sumac þá erum við undir áhrifum frá Norður-Afríku og Lebanon og erum svona líka að gera það þess að okkar vegu, þannig að þetta er svona pínu tvist. Þá er sellerírótin komin hérna úr ofninum, vel gljáð og flott. Svo erum við þá með St.Louis-ostinn, ólíuolía, satar. Ég sagðist alltaf að vera kokkur þegar ég var lítill en var eiginlega ekkert í eldhúsinu sem krakki. Mamma er kokkur, eða matreiðslumaður. Þannig að ég þróast út frá því að þetta er svona action í eldhúsinu og svona eitt leiðið öðru og svo bara fann maður í þessu í starfinu sem slíku og hafa gaman að þessu og fannst þetta bara eitthvað sem maður langaði að gera fyrir í lífinu. Þá erum við komið með sellerírótina. Undir erum við með kremaðan St.Louis-ostinn, gefur svona mjúka áferð. Sellerírótin vel elduð, gljáð með harissa sem gefur hitann og svo erum við með satarkryddið þarna undir og pínu ólíuolíu. Þá er það paprikukremið. Hérna erum við með lambarifurnar sem eru búin að vera rétt á seðlinum okkar frá upphafi og einn vinsælasti rétturinn á Sumac. Og við erum bara með spennti fyrir þessu og vona að gestir njóti bara.